Þín ánægja. Já, komið sæl. Það búið að vera erfiður dagur hjá okkur veðurlega séð. Miklir öfgar í veðrinu, flóð fyrir norðan og foktjón og skemmdir nokkuð víða land. Og allt skapast þetta nú á þessari lægð sem hér á hádegi í dag norðaustur af landinu. Hún var með svona lægða miðun einhvers staðar nærri 960 millibörum en það þessi mikli þrýstistig við landinu sem að skapa þennan vind hjá okkur. Það að segja frá lægðinu og að þessari hæð hér suður í hafi. Og ef við horfum á þróun að þá þetta svona lagast ástandið vestanvert landið og hefur verið að gera það núna seinnipartinn en þetta tekur meiri tíma landið austanvert. Það verður ennþá töluverður vindur þar vel fram eftir morgundeginum og viðvaranir í gildi þar austanlands fram og annað kvöld þá dettur síðasta viðvörunin út. En á hitasvæðinu þá sjáum við að þetta er kalt loft sem að keyra sig hér inn í þennan hlýja loftmass og það útskýrir þennan mikla hitastigul og þrýstistigul yfir landinu. Svona verður vel hlýr loftmassi hér svona þarf að framlíða stundur á morgun yfir suðvestanverðu landinu en þó eimir þó af þessu kalda lofti norðaustanlands og það sem verður lengt í nótt má til dæmis gera ráð fyrir að verði næturfrost þá sérstaklega inn til landsins. En hér síðan með svona þessa meginþætti veðurs og þetta staðan klukkan 18 í dag þá erum við með viðvaranir víða austanvert landið og einnig á Suðurlandi og við keyrum hreyfimyndin í gang þá sjáum við að viðvaranir þær fara nú að týna tölunni smá saman eða þá að breyta lit. Við erum með þessa rauðu vindviðvörun fyrir austur og hún dettur í gildi klukkan 21 í kvöld og keyrum þetta áfram og þá sjáum við að það verður ennþá bálhvasst víða á bæði Austfjörðum og Suðausturlandi fram á morgundaginn og það ekki svona fyrir að halla að kvöldi á morgun sem að svona ástandi fyrir að verða öllu skaplegra. Þó verður kannski ekki í neinni líkingu við það sem hefur gengið á núna undanfarnar klukkustundir. En síðar í kvöld þá verður staðan á þessa leið eins og áður sagði. Hér eru 4 viðvaranir í gildi, það er sem fyrir 4 spásvæði og appelsínugul viðvörun komin í gildi fyrir Austfirði og við sjáum að það er töluverður mikill munur á veðri á vesturhelmingnum það sem tiltölulega stillt veður og á Austurlandi þar sem að meðalvindur getur enn verið á bilinu 35-40 metrar á sekúndu og hviður þar að leiðandi umtalsvert hærri en svo. En það breytir svo sem ekki svo ýkja mikið þar til í fyrramálið eins og við sjáum hér, þetta er staðan þá klukkan 8, enn erum við með þennan stífa vind og jafnvel enn sterkari vind þá í vindstrengjum og ástandið síðan laga síðan bara hægt og bítandi þegar líður á kvöldi og það er ekki fyrir en þá annað kvöld sem að síðasta viðvörun dettur út og þetta er þá staðan klukkan 18 og þá sjáum við að þetta er fyrst og fremst orðið þá á Austfjörðum en áfram er þó töluverður vindur þar sem að stendur að fjöllum hér á Suðausturlandi einnig. Í framhaldinu síðan þá sjáum við að það verður nú öllu skaplegra veður hjá okkur á þriðjudaginn. Það verður jafnvel bjart veður víða land og hittir svona 5-10 stig að deginum til. Kemur síðan lægð upp að landi, hún verður svona tiltölulega veik á miðvikudaginn en það mun eitthvað rigna úr frá þeirri lægð bæði á sunnan og vestanverðu landinu en væntanlega verður sæmilega bjart og jafnvel hlýjast á norðausturhorninu þennan daginn. Á svipað veður síðan í kortunum á 50-daginn. Hérna sjáum við stöðunni í Evrópu. Það rignir mikið í suðausturhlutanum á Balkanskaganum og jafnvel sums staðar á Ítalíu og þegar við förum síðan yfir til Íberíuskaga þá hafa norðanáttir sem að bera kalt loft langt til suðurs og það hiti hefur farið lækkandi á Íberíuskaganum og enda þetta síðan hér þessa yfirferð á Kanaríeyjum þar sem verður nú sólríkt að mestu á morgun og hiti við þetta 20-25 stig. Ég skulle segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.